Hvað er rauntalnabil? Við þurfum að skilgreina það. Það er mengi, meira að segja rauntalnamengi, og sem hefur þá eiginleika að sérhver tala sem liggur á milli tveggja talna, sem eru í gefnu mengi, er einnig í menginu. Til dæmis 1, 2, 3. Þetta er strjált mengi, þetta er ekki bil, vegna þess að sérhver tala sem liggur á milli tveggja talna sem er í menginu er einnig í menginu. Það á ekki við hérna til dæmis. Sko til dæmis 1 og 2 og sérhver tala sem er í menginu er einnig í menginu. Það á við bil, en 1,5 er til dæmis ekki hér. Þess að þetta er ekki bil. Þetta er bara strjált mengi með tölunum 1, 2 og 3. Talningamengi. Þetta er allavega ekki mengi. Og hér er verið að skýra þetta eins út. Ef 1 og 2 eru að gefnu bili, bil er núna rauntalnamengi. Þá vitum við jafnframt að allar tölur á milli þeirra eru líka á bilinu. Rauntalnabil sem ekki er tómt getur innihaldið báða endapunkta sína á svo að sé lokað. Það lítur einhvern veginn svona út. Kannski þetta er þá annar og þetta er hinn. Ef það inniheldur báða, þá táknar svona oft með því að loka því. Það getur innihaldið annan, það er það 2 möguleikar. Það getur verið, hann innihaldið þennan en ekki þennan. Það getur líka verið þannig að þessi er ekki með en þessi er með. Og svo 4. möguleikin, það sem kallað er opið og hvorugur með. Og þetta er alltaf A og B og þetta myndum við tákna einhvern veginn svona, það er lokað. Þá erum við að tákna svona. Við erum að tákna þetta mengi, það þýðir að A er á þessu bili og B er líka lokað. Þetta hér er hálf opið eða hálf lokað, það skiptir ekki máli hvort maður segir. Og þá segir við að A er ekki með en B er með. Þetta er ekki sama táknmál og í Adams og ekki nota Adams táknmálið. Þetta séu bara Bretar og Bandaríkjamenn eftir sem að tákna þetta, sjáu þið, svona. Þetta er alveg eins hjá þeim. Þeir eru að loka eða hafa punkta með á bílum, en þeir gera þetta svona. Þeir nota venjulegan sviga til þess að tákna opinmengi. Hérna, það myndir ekki skrifa þetta svona. En þá lítur þetta út alveg eins og punktur. Það er verið að biðja það að gera þetta ekki svona almennt allan heim. Við myndum skrifa þetta sem opinmengi, íkjum það kannski aðeins. A og B eru endapunktar bils, segjum við. Það þýðir sem skilgreining á mengi að sérhver punktur sem liggur á milli A og B, náttúrulega strangt á milli A og B þá, hann er á þessu bili. En A er ekki með og B er ekki með. Við getum hins vegar farið eins nálægt A og við getum hugsað okkur hér ofanfrá og sá punktur verður á bilinu. Og eins nálægt B neðanfrá við getum hugsað okkur og sá punktur á bilinu. Ef A er í alvörunni strangt minna en B, þá getum við fundið fullt af tölum sem liggja á milli. Til dæmis er 2AB deilt með A plus B. Hún er stærri en A en minni en B. Og rótin af A sinnum B. Þessi tala er stærri en A en minni en B. Og meðaltalið A plus B deilt með 2 er stærri en A en minni en B. Og ferningsmeðaltalið A í öðru plus B í öðru, sem þið notið mikið tölfræði, deilt með 2 og síðan rót er stærri en A en minni en B. Og svo er það andþýða meðaltalið. Þetta hérna er kallað þýtt meðaltal, mikið notað er A-magni. Það er A í öðru plus B í öðru deilt með A plus B. Hún er stærri en A en minni en B. Hér er B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þetta er heftakeðjan. H-E-P-T-A, heftakeðja. Hefta því 7 á grísku. Og þetta er klemmuregla. Þessar hérna 3. Þetta er bara þýða meðaltalið, rúmfræðilega meðaltalið og venjulega meðaltalið. Þetta eru kallað gríska meðaltalið. Það er alltaf, ef 2 tölur eru gefnar og við vitum hvor að önnur er minni en hin, þá klemmast þessar á milli. Svona. En þetta er nú bara svona til þess að minnast aðeins á og við mættum síðan að nota þessa heptakeðju
heftakeðju til þess að reikna út alls kyns hluti. Og svo sjáum við, ég ætla bara að biðja ykkur að skoða þetta þarna á blaðsíðu 22 og það að sjáum þetta hér bara stytting, þetta hér rauntalnabil, það með vinstri endapunkt A, það með hægri endapunkt B, það opið, en þetta bara stytting sjáum við á þessu hérna táknmáli. X rauntala, fínt þá erum við búin að ákvarða gerð tölunar. Og hvað X nákvæmlega? Já, það hvaða tala, sem sagt, rauntala, sem vera skal, sem liggur strangt á milli A og B. Þannig X getur til dæmis verið hvaða tala sem af þessum hérna, svo ég velji nú bara 1, 2, 3, 4, 5, af óteljanlega, óendanlega mörgum möguleikum. Svona. Ef að segja meira, nú skulum bara rauntalabil, nú erum við með lokun, það sýnt hér með nota stranga gogga. X liggur ekki strangt á milli A og B heldur. Má X vera A, nú X gæti líka verið B. Og þetta þá rauntalabil sem inniheldur báða endapunkta sína, það kallar lokað. Ef það inniheldur hvorugan, þá sagt að vera opið. Og svo ef maður fer nú bara í gegnum þetta, sest niður og fiktar í þessu og einhvern tíma það maður nú að gera það. Við sko alltaf möguleika með því hafa líka náttúrulega einhverja hugmyndum mínus óendanleika og pluss óendanleika með. Alltaf ef að bilið svona, þá þetta bara ein tala. Þetta bilið frá A upp í A. Og það bara 1 punkts mengi. Og þá segjum við þessi 1 punkts bil. En hvað þetta bil langt? Hvað langt frá A upp í A? Það segjum við þessi vegalengd 0. Alltaf hér þá með opið bil. Skoðum skilgreininguna hér. Hér við með log A plus B opið. Og það segja A minna jafnt og X sem minna en B. X rauntala. Þetta hálf opið bil. Opið að ofan. Við mögum líka segja hálf lokað bil og segja þá lokað að neðan. Bil ekki eins og hurðir. Hurðir annarkvort opnari eða lokaðari. Svo höldum við áfram. Hér lokað bil. Hvað þetta hér? Þetta opna hálflínan. Og erum við með, þetta kannski rauntalnalínan. Hér með einhverja tölu sem heitir B. Og við mögum fara upp að B. Fara með hálflínu hér, en við mögum ekki snerta B. Það bara kölluð opin hálflína. Og hér lokuð hálflína. Þá hugsanlegt að rauntalurnar komist upp að B. Og svo öfugt ef X stærri en A, hérna rauntalnalína, hér eitthvað tala A. Og svo þetta allar tölur sem eru stærri en A og það bara kölluð opna hálflínan og lokað hálflínan ef X getur tekið gildið A. Og tómabilið, það ekkert í því. Akkur þurfum við að hafa þetta með, og við skulum segja við sem að velta fyrir okkur hvaða tölur á bilinu frá -1 upp í 1 og hvað líka frá 2 upp í 3, lokuð 2 lokuð bil, við ætlum að sníða þau saman og sjáum við að það ekkert sameiginlegt. Teikna mynda þessu ef við viljum, þetta -1, hér 1 og svo þarna 2 og 3 og við að svara spurningu það sem að kemur fram með þessari ogun. Hvað sameiginlegt þessum 2 bilum? Og við segjum það ekkert stak sem af báðum bilunum og þessna vil við svara því einhvern veginn svona. Það ekkert. Hér sjá aftur á móti sammengi. Það annarkvort eða. Og þá ágætt að hafa vennmyndirnar. Og reyfði þær bara upp. Já, hér eitthvað mengi og hér eitthvað annað mengi. Annað heitir A og hitt heitir B. Þá þetta eitthvað sem að hellir í. Og þetta þá allt sem í A eða B eða báðum. Hér skoða samhengi og svo að sýni dæmi á skiladæmum 0. Svona aðeins að rifja þetta upp. Og svo bara ágætt að kannast við þessi hugtök. Við þurfum ekki að hafa mikla áhyggjur af þeim. Þegar við erum með 2 bil, svo ætlum að sníða saman, skera þau. Sníða saman, sniðmengi 2. Sundurlegra bila tómt.
Það það sem við vorum að teikna með hérna. Þau liggja ekki saman, þau skerast ekki, þau segja þau eru sundurlæg. Við erum búin að æfa okkur á þessum hugtökum öllum, sem bæti við línur og annað á fyrstu 3 vikum fyrir námskeiðs. Svo hér bara hugtök sem við kannast við, þetta er skilgreining. Rauntalnamengi, það heitir S, sagt vera takmarkað ofan. Hvað á þetta að þýða? Sagt vera takmarkað ofan, ef til ykkur tala M, þannig að X, sem í menginu, sé allavega aldrei stærra heldur en M. Þetta þýðir aðeins það að við erum með eitthvað mengi, það ekki endilega bil, það getur líka verið, það getur verið svona sammengi, sjáðu ekki. Ég til dæmis 1 bil og hér annað bil og segjum að þetta bil heiti I1 og þetta bil hér heiti I2. Stundum notar maður I fyrir interval. Það gæti til dæmis S verið I1 eða I2. S ekki bil vegna þess að við tökum tölu hérna á þessu bili, kannski heitir hún X1. Og tökum tölu hér á bilinu I2, kannski heitir sú tala X2. Að þetta ekki bil vegna þess að tala sem hér, kannski heitir hún Epsilon. Að Epsilon liggur á milli X1 og X2 en ekki inn í þessu mengi S. Þú veist að þetta sérlega ekki bil. Hér getum við fundið einhverja tölu M sem þannig að X sem kemur úr S. Það aldrei stærra heldur en M. Þar með þetta mengi S takmark ofan. Svona fiktar maður bara í hlutunum. Nákvæmlega sama hátt takmarka neðan ef tala M, þannig X fyrir ofan M eða hægra megin við M eða stærra og litla M fyrir öll X og S. Þannig við varum að teikna mynd, að getum teikna litla M hérna. Þetta ekkert flókið, þetta bara að sækja sér nafn á hugtökum. Þessi hérna kölluð neðri mörk eða undirtala og þessi hérna kölluð efri mörk og yfirtala fyrir þetta mengi S. Það þarf alltaf að taka það fram. Og síðan skoðum við þetta betur síðar, ekki að eða neitt búið í það alveg strax, að láta MATLAB búa til formúlur fyrir okkur. Þetta dæmi ætlið að lesa heima. Búa til mjög svipaða formúlu hér ef 2 tölur eru gefnar. Önnur heitir A og hin heitir B. Ég veit ekki hvað stærri, A eða B. Já, þá allavega hreinu að sem bara beta. Sé A plus B á móti 2 plus tölugildið af A minus B. Þessi skilar mér A, ef A í alvörunni stærri en B. Og hún skilar mér B, ef að B í alvörunni stærri en A. Við verðum að gera þetta með formúlu því að tölva veit svo sem aldrei þú að skoða 2 tölur hvor stærri en hún getur reiknað meðaltal og hún getur fundið tölugildi eða lengd og þess vegna ekkert erfitt að sjá að þessi formúlu einhvern veginn skynsamleg. Því að segjum bara B sem minnitalan og A sem stærri talan þó við skrifum nú yfirleitt við erum að tákna okkar bil framvegis, A sem minni og B sem stærri. Og þá A plus B náttúrulega hérna í miðjunni. Táknum það með mi, eða meðaltal. Þetta hér talan mi. Og þessi hérna stundur kallum bara delta. Þá þetta mi plus delta. Hvað talar þetta hér? Þetta A minus B að tölugildi. Það nákvæmlega svona, þessi lengd hér og helmingurna því fíntir. Beta farðu í miðjuna, maður les uppskriftina, farðu í miðjuna, gott og vel. Og taktu síðan spottakornið, delta, þaðan. Hvað langt það hinga. Þannig að eins og þetta teikna þá var í beta, jafnt og A í þessu dæmi ef maður prófar. Og þið ætlið að finna á þetta jöfnu fyrir mínimum. Það skilar A ef A minni B en gefur B ef A stærra jafnt og B. Fínt.